Í málum 603 og 604 2010 sem mál tölvupostsins annars vegar Guðmundur Andri með það og fyrra mál Siggu Elvínu. Þá var í héraðsdómi lagt fyrir héraðsdóm spurningin fullnustu gildi kvittana. Því atriðið var áfrýjað til Hæstaréttar líka með öllu öðru. Áfrýjandi frjálsi fjárfestingarbankinn dró þetta atriði út úr málinu fyrir Hæstarétti. Það sem Hæstiréttur svaraði núna daginn, við hefðum getað fengið svar við því heilu ári fyrr. Ég ekki viss að það ekki sömuleiðustu, vegna þess að allt og margir af þeim dómari sem dæmdi í málinu, þess að ég myndi segja okkur í vil, voru skipaðir eftir þann tíma. En þetta málin og Hæstiréttur, hann svaraði samt þessari spurningu á þann hátt, þessu atriði á þann hátt, að þetta atriði væri lögskýring, það væri spurningum lögskýring og það væri ekki í verkahring Hæstaréttar að svara slíkum spurningum. Hann gerir það aftur í málinu núna. Hann svarar spurningum það hvort áttafólkslögin séu megi gilda aftur. En það er engin svona styttri, það er ekki að hægt að í staðan fyrir að fara í gegnum alltaf að finna rétta málið og allt það, þá ekki þetta að fara bara með spurningarna og spyrja. Þess vegna vantar okkur stjórnlagadómstól. Hér sem sagt, máilega segja að niðurstaðan úr þessum þætti, við sitjum upp með dóm 471/2010 sem örlagavald í íslensku þjóðfélagi að því að Lýsing sá sér leika borði og ákvað að fara í uppgjörsmála með bílaviðskipta með hraði gegnum dómskerfið. Þetta hérna, ég sko Lýsing ákvað að keyra máli gegn sem hefði verið dregið tilbaka og fekk sama dómarann aftur og hafði verið settur á málið. Lýsing valdi málið, verjandann, dómarann og dómskröfuna. Þetta brot á mannréttindasáttmála Evrópu. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Hagsmunasamtök heimilanna, samtök lánþega og hópur einstaklinga þar að meðan ég og mín kona standa kvörtun til eftirlitsstofnunar EFTA, framkvæmdastjórnar ESB og Evrópuþingsins. Það hefur alltaf verið talað um þetta bara sem kvörtun til ESA. Þetta kvörtun á 3 aðila. Þannig að ESA gæti haft eina skoðun, Evrópuþingið aðra skoðun og framkvæmdastjórnin þá 3. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Kvörtunin upp á 500 blaðsíður með fylgiskjölum, það kvörtunin sjálf upp á 100 blaðsíður, yfir 100 blaðsíður og daginn fóru frekari viðbrögð. Inn í þessari kvörtun og í þeim viðbrögðum sem við sendum daginn, það var mikið fjallað neytendarétt, mjög mikið. Fordæmi í dómum Evrópudómstólsins, í úrskurði, úrskurði lögsögumanns ESB. ESB með lögsögumann. Það fer ekkert mál fyrir dómstólinn, Evrópudómstólinn, nema lögsögumaðurinn sem búinn að fjalla málið. Þannig að hann leggur málið svona upp, hann svona, ég vil ekki segja hann sé svona einhvern svona saksóknari dómstólsins, en hann svona bæði fylltir á þessu tveirangbein og hann skoðar málið mjög ítarlega. Það með mikið batterið bak við sig. Við erum með fullt af tilvísunum í tilskipanir og ESB í dóma Evrópudómstólsins og úrskurði lögsögumanns sem henda þessum Alnafálslögunum, dómi 471/2010, dómi 600 2011, henda flest af þessu út. Við erum búin að þó svo að við séum í þessu, við erum allir í þessu sjálfboðinu, ekki það, allt sjálfboðinu. Við fengum samtíð tekið ekki nema 2 vikur til að svara erindi sem fengum frá þessum daginn. Ríkisstjórnin tók sér tæpa 6 mánuði. Hún tók sér til, fékk hann ekki.
þetta eru svona pínlítið línunar í þessu. Það alltaf verið að ráðast á okkur sem erum að gera þetta í sjálfboðinu, þannig að við erum helst ekki að komast yfir hlutum. En þetta bara svo afskotuð öflugt lið sem að vinna í þessu. Að okkur tekst alltaf einhvern veginn að komast í gegnum þetta. Við erum búin að sjá óteljandi snjóflóð á veginum fyrir framan okkur. Við gröfum okkur í gegnum, þá kemur í ljós að það eru 5 viðbót. En við bara höldum áfram. Og þessi kvörtun mjög gott dæmi þetta, hvernig það búið að grafa sig í gegnum óteljandi snjóflóð sem hafa verið sett þarna til þess að koma vekk fyrir það að við gætum varlega. Og ESA engu skárra heldur margt af því sem ég hef orðið vitnað hér í íslensku dómskerfinu. Það kom fyrir mistök, þá föttuðu hagsmunasamtök heimilanna ekki af því að þau höfðu fengið póst frá ESA fyrir en eftir að umsóknarfresti var lokið. Og það var óskað eftir því að fá framlengingu og við fengum það. En maðurinn sem við sendum póstinn á, hann sendi óvart svarpóst á vitlausan Ólaf. Það var Ólafur hjá ESA og Ólafur hjá hagsmunasamtökum heimilanna. Og Ólafur hjá hagsmunasamtökum heimilanna fékk póstinn sem Ólafur hjá ESA átti að fá. Og maðurinn sem við vorum samskiptum við, hann var að biðja fyrirmæli frá Ólafi hjá ESA það hvernig hann mætti svara Ólafi hjá hagsmunasamtökum. Við erum búin að sjá viðbrögð stjórnvalda og við erum búin að vera að koma með okkar viðbrögð. Viðbrögð stjórnvalda voru svona klassískt, þau hefði alveg skipt verið sami hjá samtökum fjármálafyrirtækja og svo sem ekki við að vera að búast. Það stjórnvöld gerðu allt til þess að leiða að því röka því að þetta féll ekki undir sem sagt ESA eða sem sagt tilskipin. Sömu stjórnvöld og við setjum okkur í Evrópusambandið. Já.